Sælir og blessaðir, kæru krabbar. Krabbi minn góður, hér spil fyrir helgina þína og ef til vill dagana þar á eftir. Orkan sem að koma inn til þín, kæri krabbi, stjórnunar orka. Orka sem að nýtist þér í öll verkefni, hvað sem þú ert að gera. Þú hefur mikinn kraft sem stendur til boða. Það mikill eldur hérna í þessari orku og þú þarft að sýna frumkvæði eða hefur góð tök á því að sýna frumkvæði næstu daga. Það ef til vill verkefni hér sem að krefst allrar athygliðinnar og krefst þess að þú stígir fast niður fæti, taki stjórnina eða taki stjórnina og verðir sá leiðtogi sem að verkefni krefst. Þetta getur verið fyrir einhverja ykkar varðandi fjölskyldun ykkar, en fyrir aðra þetta varðandi vinnu. Hvað sem það þetta góður tími og góð orka til að nýta sér, til að byrja á nýjum hlutum, til að koma verkum í framkvæmd og til að byggja upp þar sem að áður hefur ef til vill verið einhvers konar niðurrif eða að hlutir hafa ekki komist af stað. Þá að gera bara að grípa tækifæri núna og ýta verkefninu úr vör og fylgja því eftir. Þú gætir orðið var við að, kæri krabbi, helgina og næstu daga að fólk leiti til þín. Fólk leiti til þín eftir leiðtoga ráðleggingum, líti upp til þín eða líti á það sem þú ert að gera eða ert að fara að gera sem einhvers konar fyrirmynd. Fyrir marga ykkar þetta tengt föðurhlutverkinu og þó þið ef til vill eigið ekki börn sjálfir, kæru krabbar, þá gæti þið verið samt sem áður í einhvers konar föðurhlutverki gagnvart ákveðnum manneskjum eða skulum við segja að þið hafið mikið af föður orku, mikla karlorku líka. Það sterk karlkyns orka hér í þessu spili keisaranum. Keisarinn getur verið dálítið stífur á meiningunni vegna þess að hann vanur að ráða og vanur að fá að ráða og þegar hann annars vegar þá dálítið erfitt fyrir aðra að láta ljós sitt skína í kringum hann. Þið megið hafa það í huga, kæru krabbar, til að þið farið ekki í harðstjórahlutverkið. Það tími og staður, eða staður og stund segir maður víst, það staður og stund fyrir allt þetta sem ég taldi upp hér að ofan, en svo líka staður og stund fyrir það að stíga aðeins tilbaka og að leyfa öðrum að taka þátt. En það ekkert sem að ég held að þið þurfið eitthvað að hafa áhyggjur af, en það gott að hafa það bak við eyrað. Já, kæru krabbar, þá bara ætla ég að segja góða helgi, ljós og kærleikur.